Velkomin. Takk. Heyrðu, þú ert með svolítið magnaða sögu og mér langar að fá þig hingað til þess að segja þína sögu og pabba þíns. Pabbi þinn var mikið heljarmenni og mikið legend á sínum tíma og var þekktur fyrir svona ómannlegan styrk eða, já. Byrjum bara á byrjuninni. Hver eru þína svona fyrstu minningar tengdar pabba þínum? Það alveg bara verkstæðið og bílar. Ég var búin að læra skrúganginn þegar ég var 4 ára. Já. Og maður skrúaði bara allt í sundur sem maður sá og stundum skrúaði maður framljósin og bílunum þegar hann var að fara með það í skoðun og eitthvað svona. En það svona fyrstu minningarnar. Það nú ekki margar samt en Nei. Það eru enn. Og þú varst ungur þegar hann féll frá. Já, þá bjuggum við út í sveit eða svona Eyjafirði. Já, í Eyjafirði. Já. Og svo í raun og veru á þessum tíma hann orðinn veikur, komið með krabbamein og þá flyttum við inn á Akureyri. Og hvað var hann gamall þegar hann féll frá? 42 ára. Hann hefur verið svona ungur. Já. Og manstu eftir því þegar hann dó eða? Já. Já. Þetta örugglega svona fyrsta, já. Þú ert rosa ungur en auðvitað, þú veist, maður man alveg eftir hlutum þegar maður 4 og sérstaklega þegar maður lendir í áfalli. Það bara... Já, maður náttúrulega ekkert með mikinn þroska á þessum aldri en ég man þegar mamma kom og sagði að pabbi kemur aldrei aftur. Nei. Það var svona... Hvernig, en pabbin, hvaðan kom hann? Hann frá Akureyri. Já. Og var settur í sveit í Svarfaðardal. Já. Sendur í sveit þá bara hjá öðrum? Já, bara í raun og veru í fóstur, svona. Var hann eitthvað erfiður krakki, heldurðu? Nei, ég heldur að það hafi verið erfiður við hann, þeir sem voru með hann í fóstri. Og hefurðu heyrt eitthvað af því að það hafi verið eitthvað? Já, það hafi ekki allt verið eins og átt að vera. Nei. Var hann þar í mörg ár? Eða? Ég veit ekki hvað voru mörg ár, en þau voru send systkinin svona í einhverjar áttir þarna á þeim tíma. Já, það var svolítið svoleiðis. Það var bara verið að kenna börnum að vinna og eitthvað með að senda þau í sveit. Já. Og láta það hafa eitthvað að gera þegar það var ekki skóli og svona. Já. Var hann þarna á sumrin bara eða á veturna líka? Nei, hann var þarna alveg held ég. Þetta var í raun og veru fyrir þennan tíma sem að börnum var kennt að vinna. Þetta var bara í raun og veru pabbi hans og mamma skilja og þau voru allt og mörg börnin og þau voru eiginlega svona bara meira skilin eftir þarna. Já, nei. Og pabbin, hann hét Reynir Örn Leósson. Já. Og var alltaf kallaður Reyni sterki, eða ekki? Já. Þannig að það vita örugglega flestir svona hver hann var eða hafa heyrt hann. Og veistu eitthvað hvernig það var þegar hann óx úr grasi og var unglingur og svona, var hann þá ennþá í fóstri eða? Ég veit ekki hvernig það var. Pappans var náttúrulega svolítið með hann alltaf, bara hann var svona stundum sagt að hann hefði verið alinn upp aftan við aftursætið í vörubílum. Þannig að þetta er svolítið langt tímabil. Þannig að pappi hans var vöru svona vélakall og svo pappin líka. Hann, afi fekk ökuskírteini númer 300 eitthvað eftir að þau fóru að gefa út ökuskírteini. Já, ok. Þannig að það voru ekkert allir að fá ökuleyfi þá. Nei, og áður en það var og þá var bara svo sem kom fyrstur, hann átti réttin. Já. Það var ekki flókið. Nei. Hvað hvenær, veistu hvað, pappin var náttúrulega líka alla tíð, var hann ekki alltaf sterkur, þú veist, veistu það, veistu? Hann segist hafa fengið þetta afl þegar hann var 6 ára. Ok. Út í Svarfaðardal, út í Hlöðu. Já. Segist hafa átt vona á einhverjum pakkar sem að kom ekki og hann var í einhverju svona
Hún leið eitthvað illa ákvað að fara út í hlöðu og það eina sem ég veit bara það sem hann segir sjálfur að honum líði bara eins og Jesú Kristur hafi komið og sett hönda á höfuð hans og sagt ætla að gefa honum ómælt afl. Já. En hann geti ekki misnotað afl en þetta væri svona afl til að losna úr fjötrum. Já. Vá. Og hann var svo sannarlega með það. Já, það voru engi fjötrar sem held honum. Nei. Og sem dæmi að þá er hérna 1971 eða 2 þegar hann brýst út úr fangaklefanum. Já. Hann fór, hann var náttúrulega búinn að vera að spreita sig á einhverjum svona óhefðbundnum aflraunum, hann var ekki í lyftingum eða svo leis, en hann var einhvern veginn að reyna að sýna fólki kraftana og einhver sagði hann að gera bara eitthvað nógu einfalt. Og þetta raun og veru endar svolítið þarna bara hann fer út allt land, skoða fangaklefa, finnur út að sterkustu fangaklefar á Íslanduru tvímannalaust þarna á Keflavíkurflugvelli. Sækir leyfi til að láta loka sig þar inni og þar hann vafinn þessum keðjum 5 og 10 mm stálkeðju með 3 handjárn aftan við bak, fótajárn og lokaður inn í sterkasta fangaklefa landsins. Ég held að við tekið að rúma 4 tíma að koma sér þarna út. Og þá búin að slíta af sig keðjunar. Já. Og við erum með þessar keðjur, einhvern hlutaðum hérna. Og hann sleit svona keðjur. Já. Þetta er náttúrulega eitthvað... Hann sleit til dæmis þessa keðju, þetta var líklega fyrsta heimsmetið hans. Já. Þá stendur hann á játpalli sem hann smíðaði með stálbrynju og húkarkeðjun á milli. Já. En svo það sem að það er allt sem hann hefur gert hefur verið tekið eil upp á vídeo eða sett í þessar bíómyndir og eða gert í vitna viðvist. En eina sem hann gerði án þess að láta taka upp var inn í þessum fangaklefa. Og hann sagði bara þegar þetta voru átök upp á líf og dauða. Já. Og þá gæti það litið þannig út að hann treysti ekki á Guðs hjálp. Já. Ef hann væri með myndavélar inn í klefanum. Vegna þess að þeir gleymdu að setja lás á keðjuna fyrir hálsinn, þannig að það hertist alltaf á hálsinum þegar hann tók í keðjuna. Og í fyrra skipti nær hann að losa þetta, segir hann. Seinna skipti sem hann tekur í keðjunar þá nær hann ekki að losa það. Nei. Og segist eiginlega bara að vera að kafna þegar hann setur allt sitt afl í þetta og svo veit hann ekkert fyrir hann allt yfir hokki bara í sundur sagði. Vá, það er magna. Og svo þurfti hann alltaf að koma sér út úr klefanum og hann bankar hann á hurðina og hugsar að hafa nú dýrt að láta laga hana og hann sprengi millivegginn á milli klefa. Með handafli bara? Já. Og þeir segja að það er þetta að loka næstu hurð, þú ert ekki sloppin út úr fangelsinu. Nei. Og þá ákveður hann að fara út gluggan. Já. En í honum var 3/4 með þykkt skotelt gler. Já. Og hann kýlir bara þar í gegn og brýtur gluggan og... Hvað það þykkt gler? 3/4, það er 19 mm. Já. Skotelt gler. En það bjóst nú engin við að færi þar út. Nei. Og hann kýldi þar í gegn og komst út. Já. Og þessi gluggi, fyrir það sem veit ekki, þá hann er bara svona eitthvað. Já. Hann var alveg fáránlega... Hann breikkaði hann aðeins innan, braut úr múrnum. Já. En nú er búið að gera upp hennan fangaklefa. Já. Hann er í Grænás í Keflavík. Já. Þar er bílalega í dag. Og þeir sem gerðu upp húsið komust að því hvað gerðist þarna og gerðu klefan algjörlega upp. Já, ok. Þannig að hann er þarna á... Þetta er sama hús og löggan og sýslumaðurinn var þarna í gamla dag í Keflavík. Og klefin er þar. Er þetta skoðan eða? Já. Þetta er alveg magna. Og hvað, hann gerði alls konar hluti eins og bara að draga vörubíla eða ekki? Jú, það er svona eitt af kannski fyrsta sem hann gerði áður en hann fór beint út í þessar aflraunir. Já. Þetta var svona einhver hugmynd að svona einhvern veginn að reyna að sýna þessa krafta sem hann hafði. Já. Þessi þáttur er í áskrift. Ef þú vilt heyra meira, geturðu farið inn á fullorðins.is
og nælt þér í áskrift.